Það fyrsta sinn sem að þetta lag á vel við. Sólin skín úti, það komið, bara sumar í kroppinn og þetta svona sumarlag Young, Wild and Free með Snoop Dogg og félögum. Klukkan orðin 4 og þátturinn FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn og eins og alltaf á 5. maður situr á móti mér Hjöppi K. Hjöppi, ertu velkominn? Blessa. Já, sko, þú kemur inn hlæjandi. Já, það ekki hægt að það gott viður. Já, það finnur ekki bara hvernig maður verður jákvæðari og það komið smá vor í kroppinn. Sér það bara á mér. Já, ég hef bara aldrei séð ég að feskan. Þú þarfst reyndar ekki að vera með sólglerun inni en... Nei, en samt alltaf ekki það. Ertu að taka svona Bubba Mortens á þetta? Nei, ég er að taka sjálf á mig á þetta. Þetta er ekki. Jú, ég hef alveg gert oft. Ég er oft með sólglerun og bara heima á mér. Inni? Já. Af hverju? Bara. Og líkur það að fólki sett með augnsjúkdóm? Nei. Bara er svona svalur. Ert bara svona svalur? Já. Það eru bara ákveðnir menn sem hafa rétt á að vera með sólgleru. Já, þú ert ekki einn með þeim. Jú. Nei. Víst. You're not the judge of it. Hjörvar drettum ekki út íþróttafréttamaður. Ef þú væri rappari eða tónlistarmaður, þá er þetta strax leyfilegt, sko. Rappari, hvað? Já, þeir eru allir í þessu. Þú eru ekki séð rapparana úti? Það eru alltaf inn á einhverju skemmtistöðum með sólgleru. Þarna kemur sauðakrókur upp í það, sko. Sauðakrókur upp í mér þegar þú situr innanhús með sólgleru. Já, ok. Það var á Kópavogur svona svalur. En það er allavega stórkostlið þáttar hjá okkur strákunum í dag. Við erum með fasta lið eins og venjulega, Brjátbreki, við heyrum með í honum í dag. Hann er vist í þvílíkum fíling, hann var búinn að senda með 2 SMS hvenær ég ætla að hringja í sig og eitthvað. Það er greinilega eitthvað sömmur í honum. Og svo erum við með flottulagakeppnina og ég ætla að taka a big gamble þar. Þetta er fyrsta sinn sem ég fer í flottulagakeppnina. Mér finnst lagið rosalega flott sem ég kemur eftir. En þetta er áhætta. Og ég er nú a gambling man, þannig ég ætla að gambla á þetta lag. En þetta er svona fyrsta sinn sem ég hef verið mjög tvístíðandi með lagi, en ég ætla samt að negla eina því mér finnst það svo flott. Svo erum við með tuðhotni á sínum stað og sturla staðrendir og fleiri liðið, þannig að það er mikið stuð okkur og jafnvel nýr liður ætlum að senda þið í búðir með það. Voru við búin að negla það? Já, hvað er í matinn þetta sá nýr liður? Hjöppi K. segir okkur hvað er í matinn í kvöld. Mér líst ágætlega á þetta. Við höfum allavega, það sakar ekki að reyna. Þetta er bara dagskrálið sem við ætlum að prófa hérna félagarnir. En hvernig ertu annars? Ég er hrikalega góður. Ekki, búið að fín vikan hér? Já, þetta búið mjög góð vika. Já. Það er náttúrulega, sko, í gær, ég veit að þetta, kannski ég hafa ekki allir áhuga sem er að hlusta á FM, en sáum eitt skemmtilegasta fótboltaleik sem við séð í háa herrans tíð, held ég. Ég er sammála því. Já, það er bæðið, sko, Chelsea og Arsenal eru pínu búin að bjarga fyrir manni meistaradeildinni. Já. Ég finnst virkilega gaman að horfa Arsenal AC Milan líka og líka gaman þegar maður svona virkilega heldur með einhverju öðru ensku liði heldur en Manchester United. Já, sem er ekki algengt. Ég virkilega hélt með Chelsea í gær. Chelsea liðið var alveg geggjað í gær og þetta var hérna taumlaus skemmtun. Það verður að gefa einn kredit fyrir það. En við sitjum nú hérna öruggir núna strákarnir, heyrðu, það var ráðist inn í 365 í dag. Og það var víst allt vitlaust og maðurinn handtekinn og núna uppi stendur bara eitthvað svona security vörður og er að passa upp á fyrirtæki. Sástu hann að hann? Nei, ekki? Ok, ég fór að sækja með mat, þá sá ég hann stendur. Það var enda svolítið sniðut múf sem að þú gerðir á hann. Hvað? Að lappa allt fyrirtækið. Ég sá að það gera þetta og spurja stelpunum hvort það er alltaf ásáttíð. Mér aðstofði sniðut það. Eins og þannig að þú sagði hann við stelpunum hann fram með eitthvað. Sælastelpunum ætlaði að kíkja ástíðina. Þá var það eitthvað, já. Þá segir þú, já ok, verður maður ekki að láta sjá sig við að skvísurnar ætla að mæta. Mér fannst það drullu nett hjá að taka þetta svona 50 degi fyrir ásatið. Einmitt. Nei, alveg, þetta er akkurat mitt múl. Röstum fyrirtæki að spyrja skvísurnar hvort það ætla ekki ásatið. Nei, og þessi lína, ætla maður ekki víst aðal skvísurnar ætla að mæta. Það er þessi múf sem að mér finnst gera þig að þeim sem þú ert. En veistu af hverju maðurinn hérna uppi var brjálaður og ætlaði að hóta öllu illu? Nei. Hann var eitthvað ósáttur við hvað Liverpool væri lítið sýndir í Evrópukeppnina þessu ári á Stöð 2 Sport. Það var það? Þetta sá ég á Twitter á hann, mér fannst þetta heldur nett. Hann var að kvarta við því að hverju sína aldrei Liverpool í Evrópukeppninni. Ok, en svona öllu gamni sleftu, þá er náttúrulega ekki hægt að hlæja svona því að eftir þess að hnífa árás daginn í... Veit allt það. Já, ég veit kannski að svona real talk á kannski ekki við hérna, en Þetta er bara fólk er í hættu bara. Ég veit það, þetta er skelfilegt ástand. Þetta er hörmulegt og... Þannig að við skulum bara hætta að ræða það og reyna að halda upp í gleðinni hérna. FM gleði? Já, FM 957, FM 957. Fyrsta lagið er reyndar rándýrt, talandi gleði, talandi partí. Hjöppi K. Situr með sólgleður og ætlar að kynna All of the Lights með Kanye West og félögum. Já, Kanye West og Rihanna eru mættið þarna í drullugóðum fíling. Kanye West og Rihanna. Hér á FM. Það er allavega að koma okkur Hjöppa K hérna í gýrinni í stúdíónu. All of the lights, sun is shining, 5. dagur, það er allt að gerast, það er ekkert flóknara. Og það er komið að slúðrunu hér í FM 95 Blö. Eins og alltaf á þessum tíma dags þá fyrir við í slúður. Og
kámaður, ég með ágætis pakkandaði núna. Ok. Ég ætla að byrja það á Lindsay Lohan, en hún í vesinni núna þessi, skvísa, hún, óka mannundaginn og lét sig hverfa. Hún var að keyra út af bílastæði og fyrir utan skemmtistæði í Hollywood. Hver, Lindsay Lohan? Já. Ég þá með smá slúður á móti, ok, komum áfram. Já, og sem sagt, hún keyrði á manninn og lét sig hverfa og nú eitthvað verið að, nú menn að spyrja sig hvort hún hefur búin að fá sér hans í glasstelpan þegar hún keyrði á hana því hún var að koma út af skemmtistað, lét sig hverfa því að hún ennþá á skilorði eftir, já, ég meina, hún náttúrulega bara með allt niður sig greið stúlkan þegar kemur að skemmtunarlífi og öðru og á skilorði þannig að hún hefði farið í fangelsi og hún hefði verið tekin fullundi stýri. Ok, þetta er athyglisvert. Já. Mér finnst það líka athyglisvert út af það sem að þú sagði mér rauðhærðar konur. Hætt að búa til eitthvað svona Hjörvar, í alvörinu. Mér finnst þetta... Nei, ekki, hvað ert að fara að búa til? Nei, ég manst ekki að sem hún sagði mér rauðhærðar konur. Aldrei sagt neitt við þinn rauðhærðar konur. Ok. Hvað átti ég að hafa sagt við þið? Nei, ok, þú sagði mér bara svolítið rauðhærðar konur. Að hvað? Að það væri svolítið ekstra... Jésús, já. Herðu, en hérna, já, ok. Þú kannast ekki við að hafa sagt mér þetta nú? Herðu, nei, ég sverða það upp á lífið mitt, ég hef aldrei sagt þetta við. Herðu, það eru 12 mínútur búin á þættinum og þú ert búin að ljúga upp á mig tvisvar. Herðu. Ég hef verið að rölda þetta fyrirtæki að segja þessu stelpurnar allir til í ásatíð eitthvað. Hættu þessu. Herðu, ég satt með slúður á móti. Hvað er það? Þegar að, hérna, Pitbull bjó til vinsæðasta lag ársins í fyrra sem hétt Give Me Everything. Þá segir hann í lagin Got locked up like Lindsay Lohan. Það segir þetta. Hann lögsótt hana. Hún lögsótt hann. Já, ok. En dómarinn í Miami, það er Pitbull hérna kannski aðeins ofar heldur en almenningur. Þannig að hann hendi bara á málinu. Er þetta Pitbull grín ekki að fara að verða það gott? Finnst hann ekki maðurinn í alvörinu, eða? Var þetta í 2011? Já, bara í dag. Hann er á vissanátt, eins og einhver sagði, hann er Messi tónlistarinnar. Nú æli ég sko, og gengi ég. Herðu, næsta slúður er af Prince Harry, eða Harry Prince. Hann var í viðtala á dögunum sem hann er að segja að það er sko ekkert fairy tale að vera prins og hefði hann mátt ráða þá hann ekki vilja vera prins, sagði hann. Hann lifir bara í boxi og fær ekki að gera neitt og ef hann gerir eitthvað sem að telst eðlilegt í öðrum, að þá er hann konungsfjölskyldunni til skammar og hann er hann þreyttur á þessu. Ég verð að taka pínu undir þetta með honum, ég vorkin honum pínu. Hefur þú upplifað að lífið þitt sé eins og kassi? Nei, ég er að tala um að ég get ímyndað mér það ef ég væri prins. Nei, já, en bara þú sjálfur, hefur lifað, finnst þér stundum eins og lífið sé bara einhver kassi? Nei, ég er ágættur sko. Finnst þér aldrei þurfa að stíga út fyrir kassan? Nei, þú þarft bara að gera miklu meira því og þetta var að augra sjálfum þér. Já, þakkaði fyrir það. Ég tek þetta tvisvar í viku. Ertu að taka þetta svolítið inn á Facebook þegar það er hérna er your comfort zone, hérna er greatness, svona stór hringu við hliðin á. Ertu í því svolítið? Nei, ég bara gera þetta 3-4 sinnum í viku bara til að augra sjálfum mér. Þá fer ég út fyrir minn þægindarhring. Já, og hvernig? Bara með að fara í kraftjóka, með því að fara í fjallgöngu, með því að fara bara eitthvað gera fyrir nýtt. Hvernig er hægt að ljúga svona miklu á 14 mínútum? Ég hef bara aldrei... Herru, svo er að síðasta... Fara út fyrir þægindarhringin. Já, ég er enda að hvetja alla hlustendur þess að fara út fyrir þægindarhringin. Það er endar, að dega það, það er endar alveg rétt hjá þér. Líf mitt er endar, sko, ég var að segja bara síðast í gær, þetta er nett Groundhog Day hjá mér, þannig að kannski ég fara að fylgja þér í að fara út fyrir þægindarhringin. Já, glæsilegt, ég ætla með þér í kraftjóka mitt. Herru, svo er það síðasta slúður dagsins, það er af Jennifer Lopez, eða meira af umbásmannunum hennar. Hann var í viðtali núna á dögunum þar sem að hann sagði að hann hefði nú óskað þess að Jennifer Lopez hefði tekið sér smá tíma ein eftir að hún hætti með Mark Anthony. Hún var keypt honum í einhver 9 ár eða eitthvað, eða 7 ár. Og hún er 42 ára, hann byrjaði, bara snögglega eftir að þau hætti saman með strák sem er 24 ára og hún sagði við hann að henni finnist bara þægilegt að vera með eitthvað í kringu sig og hann vil nú bara meina það hérna umbósmaðurinn hennar að hún sé að glíma við sama vandamál og einn góðu vinur minn að hún er víst bara ástsjúk. Hún er mjög erfitt með að vera ein og ef hún kynnist einhverju sem hún fílar þá verður hún bara ástfangin á hann. En ég hef alltaf búið mikla virðingu fyrir J.Lo. Hún líka sko, eins og hún sagði í einu laginu Don't be fooled by the rocks that I got I'm still Jenny from the Block. Já, það er samt kjaftaði sko. Veistu hvað hún á við? Hún er ekkert ennþá Jenny from the Block. Víst, hún er ennþá Jenny from the Block. Sko, hún gæti byggt bara heilt hverfi með því að selja nokkra skarkabri á sig sko. Já, en þú tekur aldrei, þú veist Jenny from the Block úr henni. Nei, reyndar þetta er bóðskapurinn í. Já, þú getur tekið strákinn úr sveitinni en þú tekur aldrei sveitin úr stráknum. Ég vissi þessi lína, ég ætla að leggja með þess, ég ætla aðeins að leggja mig. Nei, svo er líka bara sumir sem ekki að vera eini, sko. Það er alltaf að hafa einhverja á sófanum hjá sér. Já, ég veit að það er líka sko eins og það sem hún er að gleyma, ef hún kynnist einhverju manni og henni finnst hann áhugaverður, þá er hún bara strax ástfangin á hann. Og þetta er bara vandamál sem ég þekki vel.
Það er semst ekki af eigin reynslu en bara af nokkurum í kringum mig. Tveir af mínum bestu vinnum Rossi og Ásker og eiga mjög raut með að vera eins. Þannig er það bara. Já. En hvað með hérna dótturinnar hérna Whitney Houston, varstu búin að fara í þetta? Já, ég er búin að fjalla svo mikið um hana. Hún er núna með bróður sínum. Já, en það ekki eitthvað ránt. Ég myndi að halda það. Þetta er uppeldisbróðurinn eða eitthvað? Já, þau eru ekki blood related en þau eru búin að alast upp saman, sko. Er það ekki eitthvað? Já, ég meina, þú veist, ef þú allir út í þennan pakka þá ætti Woody Allen að vera löngu farinn, sko. Hann giftist dóttir sinni, ég held að það sé hans vera, stelpa sem hann ættleiti. Ok. Þannig að ég var að vera að fara eitthvað út í þetta, eða? Nei, ég fór bara að því að ég held að þetta vera svona heitt topic og ég ákvað mæta undirbúin í þáttinn. Já, takk fyrir það, ég er enda að fíla það. En þetta er enda rétt, hún er að byrja með bróður sinn. Og graðasti maðurinn í enska boltanum er komið með eitthvað nýtt. Hver er það? Jermaine Defoe. Já, hann er byrjað með henni, Burke, Alexander Burke, sem vann X-Factor. Það er þetta, þú ert on top of things, ég fíla þetta. Ég fylgist með þessu. Svona verður þetta hjá okkur í dag, við erum alveg á tánum og við ætlum að fá næsta lag sem er með Alice Reed hérna í FM 95 blöð. Hann sittur beint á móti mér maðurinn sem hann lifir á Pókum, Hjöppi K. Og já, þú sagðir einhvern veginn að Pók was your fuel. Já, það er svona bensin í lífinni. Já, í lífinu. Er ekki winning your fuel? Jó, reyndar. Já, ég ætla reyndar að taka gríðal áhættu hérna eftir í flottulega-keppninni. Það styttist í hana og ég treysti svolítið á hlustendur á núti að, ég kem mittur inn á eftir. Það styttist í flottulega-keppninni allavega. Heyrðu, já, en við vorum að tala um daginn að fara út fyrir þægindaringin. Já, við vorum bara að tala um það án. Já, og hérna, því ég gerir mikið af því. Já. Og í gær ákvaði ég að fara í kraftjóga. Já. Og ég hef aldrei á æfinum farið í jóga. Ok. Ég fór hérna fyrir utan, sem sagt, þetta er hérna á efri hæðin í World Class lögum. Já. Fyrir hérna á efri hæðin og hérna sé liðið sem er á leiðinni kraftjóga. Ég veist svo bara, þetta er ekkert mál, þú veist. Ég skottast þarna bara inn og mæti í þetta og leggst þarna á eitthvað og ég held bara að þetta er eitthvað svona cozy. Má ég spyrja ertu kannski að fara að útskýra það, hver er munurinn á kraftjóga og venjuleg jóga? Ég veit ekki hver er munurinn, ég sá bara kraftjóga og ég hugsa bara með mér, ég er mjög kraftmikill maður og ég lifa á brúnni. Það er kraftur þér? Já, þannig að þá myndi ég halda að kraftjóga að vera betra fyrir mig. Akkurat. Herrið, svo byrjar þetta bara með einhver svona auðvöldum teyjum og svona, ég hugsaði bara, er þetta bara eitthvað svona sjóðandi hitt hérna inn og einhver svona léttað teyju, djúvel þetta næs. Herrið, svo fórum við bara út í einhverju erfiðustu æfingar sem ég farið í. Með lapp ég myndi að borga peningur að segja því í kraftjóga. Við áttum að ímynda okkur að þannig að við varum sko með neldir með 3 nagla í hælunum í iljónum, 1 á hælunum, 1 undir litlu tánni og 1 undir stóru tánni. Þannig að það væri ekkert sem að væri hægt að koma okkur í jafnvægi. Skilin. Svo vorum við að taka einhverjar rosa teyjur og svo áttum við að hoppa upp á teyjunum og fara í stríðsmann nr. 1, stríðsmann nr. 2 og stríðsmann nr. 3. Já. Og sko, þetta var greinilega fyrir lengra að komna, þannig að ég reyndi alla þessa stríðsmenn og allt svona sko. Ég sá bara hvernig fólk var að fara að horfa á mig, svona, þannig að þegar einhver slökunin kom, þá náði ég svona einhvern veginn að mjaka mér út úr tímana, þannig að fóru ekki mikið fyrir því. Hvað varstu lengi þá að nynni? Ég hef verið svona samanlagt 8 mínútur að nynni og hérna, þú veist, mér hefur aldrei liðið verð. Þetta er eiginlega versta síðan ég prófaði, það var eins og þolfimi æði hérna á Íslandi. Já. Þetta er svona eiginlega versta síðan þá. Já, ég á eitt svona moment og ég hef ekki farið síðan, en þú ert reynda búin að vera alveg dölur í að fara í spinninga, ekki? Jó. Ég gleymi aldrei, ég fór í spinningi fyrsta sinn, það var með Lilju hérna fyrir einhverjum árin síðan, sko. Þá var einhver kona að kenna. Og hún ég veit reynda, ég þekki alveg þessa konu í dag, sko, hún er mjög hress og eitthvað og hún vissi þarna að ég væri þarna í salnum að prófa í fyrsta sinn og eitthvað. Þetta var klukkan 7 morgunin. Fyrsta lagi ég mjög morgunfúll og á bara erfitt með að rífa mig upp á mótnana. Svo ég mættur þarna og hún bara einhvern veginn svona lagði mig bara í einelt í tímanum. Hún bara, Auðun, hækkaðu! Og endaði með því að ég var svona mér og fyrirhandi pínutaskami, ég sagði henni að þegja og labbaði út. Ég var bara orðinn svo hrikalega pirraður og þreyttur á þessu að hún var bara svona alltaf öskraði mér þetta hækka og lækka og getur ekki meira og eitthvað. Ég var ennþá svona pínu nývaknar og fannst þetta bara leiðilegt. Sko, málið er það sko að spinningkennar eru sjúklegar þessir. Já. Og það þarf alveg bara að geðveik. Og það er einhverja bankinn og segja að klukkan veri 7:30, sko. Já, ég er að segja það. Þau eru alltaf öskrandi og tónlistin er mjög há, sko. Já. Þannig að spinning er ekki fyrir pirraðamannin, sko. Nei. Það þarf að vera frekar hessnáðungi. Þess vegna er spinning frábært fyrir mig. Af því að, þú veist, ég lifi lífinu alltaf lifandi. Já. Ég elska á tónlist og fólk hlæjandi öskrandi og þú veist, spinningkennarinn segir oft ef ekki að þyngja og þá er ég alltaf kannski eini í tímanum sem öskra.
virkilega hátt. Jú, hækka, upp með geðveikina. Ég gæti kannski tekið þetta, ég myndi fara eftir háti. Ég get allavega aldrei aftur farið í spinning klukkan 7:30 morgun. Það bara ekki séns. Sveinn Andri tegur stundum 2 spinningtíma í einu. Og hann ásitt eiginlega sitt eigið hjól. Sem enginn fer á. Sko, þú þarft að hugsa vel áður og ferð á þetta. Einhver á Íslandi betri í spinning heldur en Sveinn Andri? Hann held ég okkar besti spinningmaður. Þú veist, þegar Anni mistur að rúlla þarna crossfitinu, þá hann að rúlla upp spinninginu. Og þau tvö, ég geti trúið að þetta verði á milli þeirra í ár, íþróttamaður ársins. Þú veist, ég væri til að sjá þau mæta. Herðu, þú getur ekki verið að líka Anni mist við Svein Andra á einhverju spinninghjóli þú fyrst að sjá Svein Andra á spinninghjólinu. Hann rosalegur. Herðu, í fyrsta lega, hann myndi aldrei fara í salinn, hann ekki alltaf að bera ofan? Nei, hann alltaf bera ofan. Hann tekin ein mynd á hann bera ofan. Í stæðan krem. Nei, alls ekki. Ok, en málið það er svona einstelling sem mútið setja rassin út og alveg kjurr í öllum ígáðunum og bara með lappirnar á. Sem krefst gríðarlegs svona jafnvægis og kviðstyrks. Sveinn Andri bara í rólihittunum, bara svona á fullu. Létt með það. Fyrir hratt meðan hann svona. Já. Og það þú veist. Það gaman að vita það. Sko, iron spinning og sexy spinning strax á eftir. Já, ég hef heyrt af Svein Andri í sexy spinning. Og ef maður nú heim einhvers staðar, þá það sexy spinning. Rétt. Þannig að, já, þá veitum við það að Sveinn Andri, hann á ekki bara mitt í pókum, hann líka eitt besti spinningmaður landsins. Já, og ég fer út fyrir það endaringin. Og Hjörvar Hafljósson fyrir út fyrir það endaringin. Hann þetta. Við erum í miklu feeling, það er 5. það er gott viður. Turn me on, David Guetta. Við vorum að klára frétt Svein Andra. Það er frétt, beint í Turn me on. Þetta er ekta spinninglag. Svona ég og hjólinu núna. Byrjaði ykkur. Nicki Minaj, hér í FM 95 Blöð á FM 957. Það styttist í flottulagkeppnina. Hjörvar, ertu með þitt lag tilbúið? Heldur betur. Heldur betur, ok. Eins og ég hef komið inn á hérna áður, þá ætla ég að taka smá sjens í flottulagkeppnina í dag og svona fyrsta sins sem að, ég er ekki tvístegandi með lagið, mér finnst það ógeðslega flott, en svona ég vona að sé að fara á sama stað hjá fólki og það fór hjá mér þegar ég var að hlusta á þetta áðan. Ok. Ríkalega flott lag. Þú ert með alveg svona bara faglegt mat mitt og þetta er bara mitt mat, en mér finnst þú vera með eitthvað umurlösta tónlistamæk sem ég veit um. Já, það er alveg gagnkvæmt. Ég tek að sem hrósi að þú fílir ekki minn tónlistamæk. Þetta er bara mín skoðun og þetta er ég er ekkert að tala illa um þig sem persónu. Akkurat. Bara að þú ert með umurlöðan tónlistamæk. En leið mér þá svara. Nei, má ég klára? Þegar þú segir. Má ég fyrst klára? Ok. Þú er að læra að hlusta á fólk. Já, ok, gott um það. Sambönd eru þannig að það þarf að hlusta líka, sko. Já, ég er ekki að fara á því í kvöld. Já. Gott um þetta. En sko, málið það, ég flaug með þér frá Akureyri til Reykjavíkur og ég heyrði alltaf svona út undan í iPodinu mínum hvaða lög þú varst að hlusta á og ég hugsaði bara þetta er mesta gimp Evrópu. Það voru lög eins og And I don't want the world to see me Cause I don't think that they understand og ég var bara svona Guðu minn almáttugur og svo var næsta lag eitthvað I don't wanna close my Ok, maður svara núna þegar ég er að fljúa þá set ég í róleg lög af því að ég vil reyna að sofna bara okkur á milli þá vil ég set á Adele og ég hendi í Iris með Google Dolls og svona en að þú segir að tónlistarsmekkur minn sé viðbjóður er fyrir mig hrós því að þú ert með eitt svo allra slappasta sem ég veit og það er bara þannig Reyndar mátt eiga að þú fílar Bush-lagið, fílar það í tællur sem var daginn. Það er eitt og eitt lög sem við erum sammála en við erum með mjög ólíkan tónlistarsmekk, þannig að það er ekkert skrítið að skuli klassa okkur. Þetta var bara sjokkrandi, það var það sjokkrandi, ég var svolítið slæmur í maganum að ég ákvað að gefa þær enga miskunn að það. Nei, ég heyrði það. Svo náttúrulega hittum við góðan vin okkar og við liðum okkur, hann Bóas, þannig að hann svona bjargaði tónlistinni. Hann bjargaði svo við svona átt, já. En Nei, þú ert ekki kannski með besta smekkin, þannig að sem að kannski veldur því að ég er búinn að jafna í þessari keppni. Þú dýrkar skúter. Ég gerði það, já. Það segir ýmislegt um þinn. Já, ég held að sko... Þú, Ásgeir Kolbeins og Egill, þið fílið hann. Já, ég held að sé óvægt að segja maður fíla hana því að hann var náttúrulega bestur þarna á sínum tíma þarna, 94, 5, 6. Já, en ég var hjá partíður daginn að svona stenda á að spila hann, sko. Já, mér er gamla dótið alveg frábært en það, sko. Já, en herðu, við ætlum að fara hérna í auglýsingar og svo bara útkláða þetta eftir í flottulagkeppninu, þá bara skoðum við tónlistarsmekkinni hjá okkur öðrum. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC, aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld.
Marstilboð í 10.11. Mountain Dew, hálfur lítri á 99 krónur. Korni orkustöng á 99 krónur. Hershey súkkulaði á 149 krónur. Monster orkudrykkur á 299 krónur. 10.11, alltaf opið. Úrilla Górillan kynnir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Hey boys, we gotta roll! Battlefield 3 kynnir kvikmyndaviðburð ársins. Act of Valor fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Missið ekki af þessari, frumsýnd 16. mars. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Mottumarsbólirnir fást í Dogma. Að hverjum seldu mottumarsból renna 1500 krónur til krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og mottaðu þau upp í Dogma. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. 433.is Glæný fótboltasíða opnar á föstudaginn. 433, alltaf í sókn. Þannig, þú ert United maður. Hvað er það að gera seinni partinn? Æ, bara kikki í kringluna. Í kringluna? Daniel, veist ekki að úrslita orustan hefst klukkan 17:50? Daniel, og það verða engar afsakanir tekna gildar. Eftir aðeins örfáar klukkustundir stígum við United menn inn á San Memes völlin í Bilbao og opnaðir eldmóðinum sem hefur tryggt okkur 19 Englandsmeistaratitla og þrautseginni sem hefur skilað okkur öllum þessum mörkum á lokamínútunum. Daniel, nú skorast enginn undan. Við erum kannski undir í dag, en við munum verða yfir í kvöld. Sameinaðir United, þú líka Daniel! Fyrir frelsið og fyrir Ferguson! Athletic Bilbao, Manchester United í kvöld klukkan 17:50. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. X2, við tippum. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það. Hugaró, Magni, þetta já, ég hef áður sagt að þetta svona lag sem verður bara flottara með hverri spilun. Virkilega flott lag á ferð með Magnificent. Er þetta ekki að fíla þetta, Hjöpi? Jú, ég Þú kannar með það? Herðin, það hins vegar komið að dagskráralið sem vikulegu á okkur okkur Hjörvari. Það styttist í Brjánbreka, hann okkur eftir. En það er komið að flottulega keppninni og staðan 5-5 hjá okkur. Þannig að, annar okkar tekur fórustun í dag, það er ekkert flóknara það. Og það er komið að mér að byrja og fyrir ykkur sem að hlusta í fyrsta sinn að þá er þetta ykkar höndum kæru hlustandi. Við spilum 90 sekundur úr lögunum okkar og svo... Og hvað er síminn hérna? 511-0957. Þér hringið 511-0957 og segja okkur hvort lagið ykkur fannst flottara. Þetta er ekki flokkna reglur. Og ég var að byrja í dag og ég er aðeins við segi að taka smá áhættu en þetta er samt lag sko... Þetta er þvílík nostalgía og svo fór ég bara að hugsa menn þetta er flottulega keppnin. Mér finnst þetta lag ógeðslega flott. Og ég bara spila það. Þetta er ekkert að þú að fara að segja eitthvað. Þetta er gay lag og eitthvað svona. Þetta er bara svo flott lag. Þannig að ég er nú opinn, ég elska að vera út fyrir það enda hringi. Lagið mitt er með Rod Stewart og heitir Sailing og við skulum að heyra það eins. Bara maður var í 8. bekk að vanga. Rod Stewart Sailing hérna í FM 95 Blö í flottulega keppninni. Þetta er svo flott lag maður. En Hjörvar, hvernig er þetta að fíla þetta? Já, fæst orð, minnst ábyrgð. Já, ok, ertu ekki að fíla Rod Stewart? Ertu ekki að Stewart-fan? Nei, þetta sérstakur, nei. Nei, ok. Ég er bara að vona að hlustundur að núti ég góða minningar þetta lag. Þetta finnst mér ógeðslega flott lag. Það er náttúrulega gamalt, þannig að þetta er... Við erum gamlir Hjörvar, sem að fólki finnst þetta ótrúlegt. En hérna, það er líka sko með þetta lag að þetta er svona klassíkur að mér finnst þetta pínu að gamble, en mér langaði að gambla á það. Ok, það flottur. Herru, þá komum við að þínu lagi Hjörvar, viltu kynna þinn? Já, þetta er semst bara lag sem ég hef lengi verið hrifinn af. Já. Semst besta svona partílag síðustu 4-5 ára. Ég var svona svolítið mikið einn að hlusta á þetta lengi í bílunum. Ok. Og hefur alltaf einhvern veginn komið í einhvern gýr. Já.
Og svona, þetta eitt besta danslag. Ég vil ekki bara segja hvað þetta heitir á flytjandinn og allir ferskir. Þetta með stelpunni sem kallar sig September og það heitir... So now hvað heitir þetta? Cry for you. Þetta drullu gott lag. Hækka vel. Hérna í flottu lagkeppninni. September, Cry for you. Þetta mitt lag, ég gríðilega stoltur af því og ég hef alltaf svolítið gaman að því. Þú reynir alltaf að finna lélugust útgáfun að því í vestu gjáðunum, en það skiptir einhver máli að þetta er það gott lag. Alls ekki, hvað er þetta að bulla með? En ég held að við aldrei átt jafnvel við Wake Me Up When September Ends hjá mér. Þetta er eitthvað lag ekki fyrir mig, það er bara þannig. Þetta er svo gott partylag. Ef þú prófa að setja þetta lag í, eins og nú er ég átt DJ og svona. Já, hvað er þú að DJ-a? Ég er átt fengið sem DJ svona í party og svona. Engar líkur á því. Þegar ég set þetta lag, þá er The Place is Jumping, eins og ég segi. Já. En herðu, nú ringir hlustendur í 511-0957, það er Cry for you eða Sailing með Rod Stewart sem er að keppa þetta í flottu lagkeppninni hjá okkur. Ég er strax búinn að fá pepp hérna bara á spjallinu á Facebook, Kristján Ólafsson hérna, 12 ára strákur sem ég þekki. Hann segir, þú rústar þessu. Það er mitt glæsilegt. Erðu FM9 fyrir blöð, góðan daginn? Já, Hjöppi K. Hjöppi K, með þetta aðkvæð. Takk hella, elsku kallið minn. Þetta er ekki Hjöppi K. Ekki Hjöppi K? Nei, þetta er Ötti. Annað ekki þig. Takk æðislega verið það, vinnur. Ég held að Hjöppi K myndi koma með gott lag, en nei. Nei, ég fíla það. Ömulegt. Glæsilegt, ánægð með þig. Takk fyrir þetta. Ok, herðu, staðan er 1-0. Hann hætti við bara síðust stundu þessu. Og já, það er 511-0957, við erum hérna í flottu lagkeppninni. FM95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Já, þessi skellti bara á. FM95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Hjöppi K. Það er Hjöppi. Takk hérna fyrir þetta, elsku kallið minn. Í málið. Elsku kallið minn. Herru, takk fyrir þetta. Bye bye. Herru, þá er það næsti. FM95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Hjöppi. Hjöppi. Takk fyrir þetta, elskan. Já, er fólk með þeirra hrifið að Cry for you eða frekar en Sailing? Með Rod Stewart. Ég trúi þess ekki, en staðan er 2-1 fyrir Hjöppa, við skulum sjá. FM95 blöð, góðan daginn. Ég finnst lagið sem sjálfa með miklu betra. Fannst það betra? Takk hella fyrir það. Takk hella. Er þetta gamble mitt ekki að work out, maður? Þetta er hættulegt. Þetta er bara eins og alltaf verið að segja um þú átt ekki að gambla. FM95 blöð, góðan daginn. Það er Rod Stewart. Það er Rod Stewart, auðvitað fekk ég einn þarna. Einn old school. Herri, þekki ég röddina? Nei, það er því. Ok. Herri, já, takk hella. Þetta er grútur rödd samt. Þarna fekk einn old school. Takk fyrir þetta, kallinn. Herru, staðan er 3-2, þarna kom ég með aðeins inn í þetta. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, það er Ötti. Það er Ötti, djöfull er ég ánægður með þig. Það er að detta núna smá old school hérna. Er þetta ekki Rod Stewart aðdáandi? Já. Það eru fáir harðar en hann, það er bara þannig. Maður snurst að velja á milli tónlistar eða fótbolta. Herru, er ekki verið að eyðileggja þetta hérna? Ok. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Herru, það heldur áfram FM95 blöð, góðan daginn. Það er Hjöppi K. Það er Hjöppi og ég kemst hann í 4-3 kvikindi. Ég sopnaði Sailing, sko. Já, ég er ekki, það er gott að halda sér við því. Ertu ekki að fíla Roddarann? Nei, ekki núna, sko. Herru, þakka þér kærlega hérna fyrir þitt atkvæði, segðu nei við fíknefnum og áfengi og áfram þú. Já, og halda áfram í skóla. Og halda áfram í skóla. Bye bye. Herru, 4-3, ég þarf næsta atkvæði, það er ekkert flóknara en það. Hver vill tryggja með sigurinn? FM95 blöð, góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Hver vill tryggja með sigurinn? Anna þekki ég þig, einn old school Rod Stewart, þetta er 4-4 maður. Herru, takk aðeinslega fyrir þetta. Ekki máli. Ok, herru, þetta gerist í karaokeinu líka í gær. Það er eitthvað sem segir mér að sá sem er að koma hérna. 4-4 og staðan er 5-5 allt í allt. Þetta er eitt mikilvægast atkvæði lengi. Er það Cry for you með September eða Sailing með Rod Stewart? Ég valdi vittlust hérna í gær, ég tek þennan hlustanda. Hvort lagið fannst þér flottara? Mér? Já. Það er sko spurning, það er smá, ég ætla að kjósa sko, sá sem skellir að Brjáln Breka. Ok. Hvað segirðu? Það er bara spurningin, ef Ötti skellir að Brjáln Breka, þá kýsi hann, eða Höppi skellir Ötti. Nei, þetta er bara, þú verður að segja okkur hvort lagið finnst flottara. Hæ? Þú verður að... Burtu með hana. Hvað okkur? Herðu, ok, við kjörðar rólur. FM95 blöð, góðan daginn. Oh my god, þetta er í símanum mínum. Já. Yes, þetta. Já, það ekki þig. 5-4. Það er komið sigurvegari, það er Sailing með Rod Stewart, jöfull er ég ánægður með þetta. Takk æðislega fyrir þetta. Er ég hvað? Þú lést skella á mannin hérna áðan og hún tryði með sigur hérna, þessi vinkona. Hvað? Ertu bara gjafstopp?
Hvað er? Herðu 5-4, Sailing með Rod Stewart hafði sigur að þessu sinni og ég þakka bara kjallaði fyrir og staðan er því orðin 6-5 allt í allt. Hjörvari kjaftstopp hérna en það eru glætt að fara með hann eitthvað kraftjóka. Styttist í Brjánbreka, hann er eftir smástund. FM 95 blöð með ykkur hérna á FM 957. Við erum í miklum fíling hérna strákanir og flottulega keppnin er búin. Þetta var mjög spennandi, 5-4 og 6-5 í heildina. En það er svona ég held að vera sniðugt að vera með 10 ára aldurstakmark í hérna Nú er það sem eiga kjósa. Er það eitthvað verri hlustendur? Nei, bara svona hugmynd. Varst ekki að segja að það var 12 ára á Facebookinu þín á Kveiti? Jó, 12 ára, það er allt annað. Já, þessi stelpa hann var að keyra, heyrðist mér sko. Áfram 50, mikil stemming. Keyra með mömmu sinni bara náttúring. Já, það er hérna. En mér varst það sterkur leikur hefði líka að setja mitt lag í einhverju svona sardínudósar útgáfu. Þetta er svona nett. Ég var að spila Sailing með Rod Stewart sem var 15 eða 20 ára gamalt sko. Þannig að þú ætlar að tala um gæði þá voru náttúrulega lélegri gæði á mínu lagi sko. Þetta er bara klassikar. I took a gamble and it paid off. Stundum gengur það og stundum ekki. Ég finnst að Rod Stewart var alveg með þetta. Eins og Stefnir Stefánsson hérna á Twitter segir, skil ekki hvernig þessi flottulega keppni gat orðið spennandi. Valið Auta B var einfallega 6 klössum betra. Já. En hefðu það styttist í Brjánbreka, hann er hérna rétt handa við hornið en það er hins vegar komið að lið sem er í miklu uppáldi á Pétri og Svepp allavega. Hjöppi svona sýnið í stundum áhuga, reyndar fer bara pínu eftir staðrendum, það komið að sturluðu staðrendum. Ok. Ertu klárið þær? Já, ég er óvinnum klárið þær núna. Ok, það er líka, sun is shining, 50 dagur, okkur ekki hafa gaman að sturluðu staðrendum. You'll never see me, áfram, ég er bara með þetta lag á heilanum sko. Já, einmitt. Herðu, þá ætla ég að byrja. Loftpúðar drepa 1 á móti hverjum 22 steini bjarga. Amazing fact. Já, það fara 16.000 lítrar af bensinni bara við flugtak hjá þotum. Það fannst mér þetta svolítið magna. 16.000 lítrar. Veistu hvað bensinni kostar í dag? 70% af konum og köllum hafa hugsað einhvern annan á meðan þau stunda kynlíf. Ok. 70% er svolítið. Hvað séu, 70% kalla? Já, og kons. Það hugsaðu með annað? Já, meðan þau stunda kynlíf. Þetta er stundum svolítið út eða ekki? Ég stundum út. Það ferði að hugsa um eitthvað allt annað. Það er reykjað maður. Herru, meiri hluti kvenfólks vill stunda kynlíf í myrkri. Eða 59%. Ok. 85% af konum eru ánægðar með tippastærð maka síns. Ok. Það er svolítið klámfengið þetta núna, en svona er þetta stundum. Það framleiðir ekkert fyrirtæki meira af leikfengum í heiminum en McDonald's. Já, þetta er svolítið merkilegt. Sturlu staðreynd. Meira en helmingur af fólkinu í heiminum hefur aldrei hringt símtal. Já, ég sá Gummi Ben retweeta þessu, hún fannst það líka rosalega merkilegt. Já, þetta er mjög merkilegt. Algengasta íþróttin í bíómyndum eru hnefaleikar. Ég hefði haldið að það var einmitt ameríski fótbolti. Nei, ég myndi frekar að það hefur tekið eftir í bíómyndum í dag. Þegar svona personar að labba, þá er alltaf einhverjir krakkar að leika sér í fótbolta. Fótbolti er orðinn vinsælasta barna- og unglingasport í Bandaríkjunum. Já, ok, cool. Þannig að foreldrar sem eiga peninga og svona, þau vilja ekkert að senda börnin sín í ruðning og eitthvað svona, þú veist, fá einhverju höfuðhögg og svona, þannig að meira safe að senda þau fótbolta. Soccer þykir svolítið svona ef ég sletti svona kellingasport í Bandaríkjunum. Já. Herru, þá er það næsta. Bíómyndin Titanic kostaði meira en skipið. Sturlu staðreynd. Já, það er amazing bag. Já, herru, kostaði meira var það þá í raunvirði eða í total? Í total kostnaði. Já, þá var það svolítið svona skekkjandi að því að, þú veist, Anna var náttúrulega byggt þarna. Nei, ég er að meina hitt. Já. Í 95% tilfella getur þú giska á kyn bara því að finna andadráttinn. Þetta segir þessi pínu sér allt eða ekki. Myndi maður ekki alltaf fatta að það eru könnur sem er til að gera. Þú ert með bundi fyrir augun og það er anda framan í þig, þá veistu strax hvort þessi konu eða gallið ekki. Já, það er rosalega sjaldan að maður hittir andfúl og konur eða ekki. Já, sem betur. Það er rosalega mikið andfúl gaurum. Rosalega mikið. Og það er einhvern veginn, ef að vinuðin er andfúll, það átt að segja hana það. Er það? Já, þú ert ekki að hika við það. Þú ert bara að segja, herðu, gallið minn, það er eitthvað Það var að skoða kirtlana. Já, eða bara að segja að tannburstas eða eitthvað. Já, hérna er ekstra. Já, nákvæmlega, bara eitthvað svoleiðis. En þetta voru sturlu staðreyndir dagsins. Já, varstu ekki ánægður með þetta bara? Jú, þetta var svona, það var margt gott á þetta. Já, margt gott, segir hann, og þá er ég sáttur. Við skulum bara henda hérna í smá ólag. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugg. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti eftir í 5.000 kr. inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. FM 95 blöð er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan.
Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Við erum með fastan lið á 50 í Hjörvar. Þá heyrum við manni hérna út í bæ sem annarkvort elskaður eða hataður. Það er lítill millivegur. Hann kallar sig Brjánbreki. Og já, hvað segir Hjörvar, ekki bara komið tíma á að heyri stráknum? Já, hann kallar sig ekki, hann heitir það bara. Já, hann heitir Brjánbreki og kallar sig Brjánbreki. Er ekki verið að kalla sig B.B. King? Jó, einhvað allavega stelpunar í kringum hann. Herrum, við ætla að ringja þennan snilling, tjekkum á hann. Halló. Brjánbreki. Það er hann. Sælunur Rauti hérna. Þetta er Rauti. Blessuð, þú mikli meistari. Sælunur, hvað segirðu? Ég er drullu góðmann. Djöfull eru þið alltaf nettir hann í útvarpinu. Takk fyrir það. Ránt skrefum hverjum er ekki drullu sama. Já, varst að... Það er mjög nett lag líka. Takk fyrir það, varst að hlusta á það? Já, ég var að hlusta á hann á mánudaginn. Djöfull eru þið rugglaði, þú, Björn Bragi. Já. Ég er alveg, sko, ég held að ég var steiktur. Já. Ég er ennþá steiktari. Já, hvað heldur þú? Já, ég er drullu gaman að þessu. Nei, hann er líka nettur. Já, ertu ekki ánægð með Bebra? Jú, ég er mjög og ég er bara ánægður yfir höfuð. Það er annar í jólum hjá mér núna. Nú, okkur? Af hverju? Mistið þú að veislunni í gær? Steak and a blowjob day. Steak and a blowjob day? Vissir það ekki? Nei, ég er bara... Þetta er algjört nörd. Nei. Það er svona lítið að gera þér í gerðum að þú fagnar ekki eins og steak and a blowjob day. Ég bara vissi ekki eins og af þessu. Ok, ég tók reyndar 5 steikur og aðeins fleiri blowjob. Já, ok, flottur. Og já, frekar nett en ég er reynda búin að vera á dollum í allan dag. Já, ok, skemmtilegt. Eftir þessari steikur en nei, það er svolítið mikið snilld að því að frændi minn heitir Bjarni Jóns. Já. Veistu hvað hann er kallaður? Nei. BJ. Já. Skilur þú? Ég skil þetta alveg. Þetta er frekar... Hressandi efni þetta er frekar nett. Og hann var nett tilvílinn að millið sem ég var að fá steik og meira. Það fór ég Hagkaup. Já. Hitti Sveppa. Ó, já. Sem er náttúrulega einn mesti meistari á landinu. Já, ég hef alveg tekið eftir því að þú ert mikill aðdáandi hans. Það er algjör... Sjágæi er bara meistari. Já. Hann er í kjötborðinu og var eitthvað að tala svona í síman. Já. Og sá mig alveg og viltist alltaf að vera alveg ógeðslega lengi í símanum. Já. Svo loksist þegar hann, þá var ég að hugsa ykkur góðum brandara til að labba á hann. Já. Það segja. Þá bara búin í símanum, þá labbaði ég svona upp á Sveppa og sagði, Sveppi, þú verður svo mun að fá svolítið í eftirrétt eftir steikina. Þá sagði Sveppi það sem mér fannst svo mikið snild, sem gerir hann að meistara. Já, hvað var það? Þá sagði Sveppi, já, er það ekki bara? Og labbaði burt. Já. Þá sagði Sveppi, já, er það ekki bara? Já, þvílíkt. Í allan dag hef ég sagt, já, er það ekki bara? Já, glæsilegt. Algjör meistari. Já, þetta er Sveppi snillingur. Hversu mikill aumingi er þessi Frikki-Dór? Frikki það maður? Það er einhver mestu aumingi sem ég veit. Ég var að lesa auglýsingu og hann sefur ennþá í fermingarúminu sínu. Hvernig er hægt að vera svona mikill aumingi? Ég var búin að brjóta mitt fermingarúm eftir 3 ár. Já. Skilur þú? Ég skil. Þú kannski veist ástæðan á hverju ég brýta rúm síðan. Já, ég get svona getið með það. Já, þannig að ég sjá gæi, hann ætti náttúrulega aðeins að fara að skoða sín mál. Já. Nei, þetta lemur allt í kjós. Já. Þetta lemur allt í kjós. Já, ég er nægir þessu. Kemur í ljós. Og þú veist hvað ég kalla Justin Timberlake? Já. Ég kalla hann bara í vatnaskói. Já, þetta... Já, en þú veist að ég er bara einn af kindunum. One of a kind. Vá, þú ert bara í stuði, maður. Skilur þú? Það er alltaf að gerast. Það er með fullt af nýju efni. Já, ég heyri það. Þú voru reyndir búin að taka þetta allt á þér eiginlega. Já, ok. Nei, svo var ég reyndir að fá bréf núna daginn að ég ætti kannski einn lítinn gutta út í bæ og þarf eitthvað að láta DNA-testa mig. Nú, Ég sagði bara, þið þurfum ekki að DNA-testa mig. Ef hann elskar að sjúga júlur, þá er þetta pottið svona minn. Já. Skilur mig? Þetta er hressandi, Brjánn. En áttu ekki einhvern brandara handa með sem er ekki dónalur? Er þetta allt eitthvað svona hjá þér? Áttu ekki... Jó, ég veit hérna. Já, kottu nú með eitthvað sem er ekki einhver dónaskap.
Hvað er sameiginlegt með þjóðminjahúsinu og þjóðleikhúsinu? Ég veit ekki. Það er verið að sýna veselingana báðu stöðum fyrir fullu húsi. Já, svona það getur höfður. Já, ok, ég veit að skil ekki því sem brandari. Nú, varst að lesa hann bara? Ja, hann þykir mjög fyndinn. Já, þessi var ágættur. Já, fólki finnst að fyndinn. Já, það er verið að rétti við mörgum. Þú er ásatíð í okkur mælkina. Nú er ásatíð þér? Nei, hjá okkur. Já, það er 365 ásatíðin. Já. Já, ert þú að fara á hana? Á ég ekki að mæta, vist ég alltaf í þættinum með? Nei, ég er ekki vissu það. Ok, ég held að ég hef búin að taka daginn frá og eitthvað. Já, ég held að... kannski að ég hef búin að kaupa mér eitthvað partigalla. Já, við kikið bara á jammið eitthvað í partigallan. Ég held að fékkstu bás með það? Nei, en ég hef búin að leigja mér svona hvít jakkaföt og svarta skyrtu og hvít bundi við. Nú, glæsilegt. Þú tekur það bara í bænum, maður. Þú fer bara í bæinn? Nei, ég ætlaði nefnilega að gera eitt. Ég ætlaði að koma að sveppa óvart og koma bara hendina sem miðan lögða. Já. Ég kannski bara hendi með einum köldum möðum. Nei, ég held að myndi ekki að gaman að en ég ég er að spáða að fara hvað ég er bara að bremsi. Það er nógum að vera í þættinum og svona. Svo vissur af einu, það er helviti leiðilegt. Það var síðasta börnpartíð núna daginn á Selfossi. Æ, þetta er ljótt. Þetta segir maður ekki. Ég þekki strákinn sem á staðinn og svona segjum við ekki. Ok, sorry. Já, ég beði að hilsa þér. Ok, en þú veist hvorki steik nýja blowjob í gær? Herðu, bara later, gaman að heyri það, kallið minn. Ok. Bless. Lauma sér hérna inn hjá okkur með It Will Rain hérna strax eftir Brjánbreka. Brjánbreki ferskur á þessum 5. degi. Hér rétt handa við hotnið Tuðhotnið og, rétt handa við hotnið Tuðhotnið og fleira. En það er stemmingi á okkur Hjöppa. Hjöppi, hvernig ertu? Þú situr ennþá með sólgleru inn í stúdíóið. Samt er ekki einn gluggi á stúdíóinu. Nei, þarf að vera gluggi hérna? Nei, þetta er bara, ég veit ekki, mér finnst þetta allt svona hálfkjánalegt. Bubbi kemst upp með þetta því hann er með augnsjúkdóm, sko. Það er ekkert augunum í þér. Ég með rössulega eggsjúkdóm. Sem eru algjört kjaftaði með fullir við ykkur Bubba. Ég held að það sé ekki við rass með augnsjúkdóm. Það er ekki til betri Bubba eftir herma en ég. Nei, þessi er alveg stórkostlega hjá þér. Já, ég er að fara aðeins að vinna með þetta núna. Eitthvað. Fari í eftirhermi bransa? Já, þetta er rössulega góði tími. Þetta er ekki að þau tjá mér. Ég er alveg góð með þetta. Þú er með Bubba alveg upp á 10. Þú var eldjátt. Já, algjörlega sko. Það er hérna 7-1. 7-1, ertu með nýjasta? Það er nýtt ofurpar. Nýtt ofurpar? Já. Sem eru hver? Bryndís Gyða Mikkelsen og Gísli K.R. Þetta er blaðið frá í síðustu viku þarna múlasniðin. Ok, þá er ég ekki með nýjasta blaðið. Nei, ok, náður þessu bara fram með það. Ég held að þetta var nýja. Nei, en byrjuð en samt sko ofurpar, já, ég var reyndar, við vorum aldrei búin að ræða þetta. Ofurpar. Já, hvað sagður þau héttu? Bryndís Gyða Mikkelsen og Gísli K.R. Ok, nú verð ég bara að viðurkenna það. Ég kem aðeins að fjöllum. Hvað gerir þau að ofurpari, ef ég má spyrja? Ég þarf nú reyndar að fletta hérna og sjá hvað það er. Þetta er svona aðalflettir hérna. En er þetta einhver auðlaskapur í mér? Þekkið þú þetta fólk? Ég var með, þessum Gísla K.R. var ég með í hérna grunnskóla. Já, ok, já. Og það er tók náingi og allt það, en er þau ofurpar? Já, þau eru ofurpar. Ég finn ekki hvað þetta er í blaðinu, en þau eru semst ofurpar. Já. Hvað gerir mann, hvað þarf maður að gera til að vera ofurpar? Ég veit ekki, ég held að væri þá svona, ef þau væri kannski bæði, til dæmis eins og Svanhildur Hólm og Logi Bergmann, það eru ofurpar. Þannig ertu með fólk sem er bæði landsþekkt og svona er í fréttunum og kastljósi og svona og ég held að það var ofurpar. Ertu búin að finna þetta? Æði. Fyrirsettan Bryndís Gyða Mikkelsen hefur verið ábyrjandi undanfarin ár en hún er þekkt fyrir að gefa á sér góðan þokka og vera óhrædd við að segja sína meiningu í rituðu máli. Bara kvenkyns jöfni. Segðu, kvenkyns jöfni, góður. Bryndís fann nýverið ástina í örmum frumkvöðulsins Gísla Kristjánssonar og er óhætt að segja að mikil hamingja ríki á þeim bænum. Gísli er úr Grafarvoginum sem er kjaftaði því að hann er úr Kópavoginum og er rekstrarstjóri sprotafyrirtækisins Green Cloud. Já, með kúi. Já, hún er náð sér í frumkvöður. Virkur félagi Sjálfstæðisflokksins og bauð sér meðal annars fram til stjórnlagaþings árið 2010. Þannig þetta er ofurpar. Þar heyrið það. Þannig að þú veist, ef þið langar ykkur, eins og nú ert þú að leita þér kærustu, eða ekki? Æ, rólegur. Er það ekki? Rólegur. Er það ekki? Rólegur, nei, ég er ekki að leita mér að neinu. Já, þú veist hvað við.
Ég veit ekki hvað átt við, haldur bara frá að tala þarna. Hvað er þetta, hverju er þetta reyna ælútið þér? Nei, ég er bara að tala með að þið langar að búa til eitthvað svona overpars dæmi. Hætt þarftu þá að leita. Já, það er frumkvöld og fyrirsæta. Já. Þar hafið þið það, það er komið til okkar, skemmtilegu gestur, við ætlum að spjalla við hann hér strax eftir auglýsingar og, þessi maður heitir Höddi og er sannleitað en fáið sem heldur upp á Pitbull fyrir utan Egil og Hjöpa. En fáum auglýsingar fyrst. 5. 22. mars. Fáður áskriftin á stöð2.is. Stöð2. Skemmtilegri. Það eru Hagkaup og Thule sem færa til með Ísland á Stöð 2. Hey boys, we gotta roll! Battlefield 3 kynir kvikmyndaviðburð ársins. Act of Valor. Fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Missið ekki af þessari. Frumsýnd 16. mars. Það er alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pizzuna þína, þú getur skipt úr pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og fyrir að kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pípar, chili-pípar eða oregano á þína uppáhaldspizzu. Dominos 58 1 2 3 4 5. Slepptu þér aðeins og taktu kringlukast. 20-50% afsláttur og nýtt kortatímabil. Kringlan, komdu heimsókn. Sýndu dælulíkilinn og þú færð 15% afslátt hjá aðalskoðun. Atlandsolía. Mottumarsbólirnir fást í Dogma. Af hverjum seldu mottumarsból renna 1500 krónur til Krabbameinsfélagsins. Vertu kallmaður og mottaðu þau upp í Dogma. Við lögum barbecue-sósurnar á staðnum. Roadhouse. Snorrabraut 56. Viðgerðarþjónusta. Pústþjónusta BJB. BJB.is. Prýtaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenninga.is og kláraðu dæmið. Prýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Föstudagsfjör á Skautasætinu Egilshöll. Föstudagskvöldið frá 19 til 22. Haffi Haff, Kristmundur Axel og DJ Hannarún. Aðgangseyri 1000 krónur og skautar innifaldir. Skautasætið Egilshöll. Fullfermi af fermingarbúnaði. Spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. 433.is. Glæný fótboltasíða opnar á föstudaginn. 433. Alltaf í sókn. Funk it up á Kaffi Simpson í kvöld. DJ Michael er með allt það besta úr funkinu. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simpson. Raunhæf verðlagning. Toyota betri notaðir bílar. Búta í kvöld. 5 brakandi ferskir börn í fötu á 1000 kall frá 8 til 10. DJ Áki Payne sér gólfið. 20 ára inn. Það eru góðar stundir í vændum. Grab some buds. Búta, Budweiser og þú. Og Rihanna með Take Care hérna á FM 957 og fyrir ykkur sem að voruð að spá í herru hvað er ég að hlusta þá er að hlusta á þáttinn FM 95 Blö. Auti og Hjöppi K með ykkur hérna til 6 í dag en það er eins og að komið að dagskrálið sem er hjá okkur alla 50 daga. Þetta er eina skiptið í vikunni sem að þú getur fengið að töða á FM 957. Þetta er hressandi tónlistastöð og við erum ekkert mikið með töð en það dettur inn á 50. Slúðrið í FM. Nei, Auðun. Þetta er reyndar í fyrsta sinn. Og vel undirbúið töð. Já, við erum gott töð, ekki bara eitthvað svona, hvað ég var að segja, ekki vera að töða yfir einhverju sem er ekki þess virða að töða yfir. Við ætlum að fá alvöru töð. Töðhornið í FM 95 Blö. Ekkert að fara að loka göturnar. Rákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepjum mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir, hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara dónalur. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511 0957. Það er árétt, síminn er 511 0957 og Hjöppi, þú varst með þá reglu ef okkur líst ekki á tuðið eða tuðið er leðilegt þá skellum við á það og fáum næsta eða ekki. Fá tempo í tuðhorni. Já, tempo í tuðhorni. Já. Herru, vonum að við fáum gott tuðið hérna. FM 95 Blö, góðan daginn, velkomin í tuðhorni. Halló,
Já, þessi var vel undirbúin. F9 fyrir blöð, góðan daginn, verður velkomin í Tuðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er bara að fá Tuð í þættinni. Já, ok. Hvað heitirðu? Það er bara... Hvað heitirðu? Já, ég heiti Alex. Alex, já. Herri, ég keira upp á Kjalarnes. Já. 5 og 6 alla daga. Ok. Þessar fucking auglýsingar og tónlistin á milli hjá þér. Ég hlusta bara á leiðinni heim. Já, þannig að þú ert að húsa á til auglýsingarnar á lögin. Já, ekki því, þú líka bara allir að hafa skemmtilega lög, sko. Já, ég reynda sko að þetta er mjög erfitt umræðefni. In your face. Já, ég er svona, hvernig tónlist fílarðu? Allan ekki það sem varst að spila á hann. Þetta er svona langt, rólegt og, mann langt að skjóta sig. Hérna með Ríhönnu og Drake? Já, til dæmis. Mér finnst það reynda mjög flott lag. Já, margt annað með Ríhönnu gott, sko. Já, ok, en hvernig tónlist er þetta að fíla annars? Dans. Danstónlist, þá ert þú og Hjöppi bara á sama stafna. Já, en ekki Pitbull, sko. Nei, ok. En hérna, já, þannig að þú vilt tuða yfir auglýsingum og lögunum í þættinum. Já, alltaf mikið þeim. Takk fyrir það. Alltaf mikið, takk hjá Gjör svo vel. Ok, vonan fíli heiti kleintun að spyrna því, hvort það sé ekki sottið þá við hitt í þættinum. En FN9 fyrir 5 blöð, góðan daginn, velkomin í Tuðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvernig hefur það? Ég hef það bara fín. Hvað heitirðu? Ég heiti Bjarni. Bjarni, velkomin bí. Já, takk. Herðu, mér langar að tuða þessi liðinu mín. Liðinu þínu? Já, sem heitir Arsenal. Já, ok, þeir eru nú ágætis renni núna samt. Já, samt, engin titill, hvað, 7-6 ár. Já, Hjöppin voru glæð með það að reyna, hvað er langt hérna? Sé ekkert síðan 2005, þannig að það var í fyrsta lagi 2013, þannig að það eru 8 ár. Já, 8 ár þá. Já, ættu að fara að reyka þjálfaran eða? Já, þú veist, hann er búinn að bara þakka honum fyrir það sem hann hefur gert, hann er búinn að gera alveg ágætt, en þetta er komið gott, sko. Þetta er bara einsmannsliðið, eða. Þú vilt fá Wenger bara í burtu? Já, ég held að það sé komið gott hjá hann, sko. Herðu, takk fyrir þetta, kallið minn. Herðu, ok, já, fótboltatuð, Hjöppi gaf honum X-ina, FM9 fyrir blöð, góðan daginn, velkomin í Tuðhornið. Takk að þér, ég er búinn að ringi í það áður með þetta, heyrðu þetta hitt. Æ, halskotin sjálfur maður. Þá er allar að döðu því aftur. Já. Sko, málið er að þetta er ekki eins og eini kækurinn minn, sko. Ég er með kæk, ég segi mikið heyrðu og svo er ég alltaf, ég nutta mikið á mér andlitið og þó ég viti af þessum kækum þá einhvern veginn bara nægið þeim ekki út. Ég verð bara beðið afsökunar á þeim. Þetta er alveg sikrað. Hjöppin og ágætlega máli farinn. Hann er ekki eins mikið með heyrðu en hann dettur inn. Þakkaði fyrir það. Ég gerir mikið úr því að vanda mig og tala skýrt. Já, það er mjög gott. En takk þetta heyrðu út. Ég tek þetta heyrðu út, takk fyrir þetta. Ok, bæ. Já, þetta er ekki oft sem menn ringið Tuðhornið og tuða tvisvar sinnum við saman hlutum og skemmtilegt að ég skulle eigi hlut þarna, eða ekki. FN9 fyrir blöð, góðan daginn, velkomin í Tuðhornið. Hæ. Hæ. Hvað heitir þú? Halldór. Já, herðu, halló, hann datt út. FM9 fyrir blöð, góðan daginn, velkomin í Tuðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, mér langar að kvarta hérna undan leigubílstjórum. Ok, hvað með það? Það fyrir rosalega... Hvað heitirðu fyrst? Ég heiti Gunnar. Gunnar. Það fyrir rosalega töðnum hvernig leigubílstjórar halda eigi bara allan heiminn þegar þeir keyra. Það er ekkert annað. Ég verð meira var við það hjá strætóum. Ég er alltaf bara hrættu þegar strætó er að fara frá einhverju strætóskili. Já, strætó er ekkert góður, sko. En það er oft með lenda, ég keyra á kvöldin að strætó neða leigubílar fara svona 120-130 fram með manni. Já. Og ég meira þess að einu sinni ringdi í lögregluna því fyrra og hún sagði bara þú veist að þú ert ekki með númer og nákvæma staðsetning og ekki sem getur gert. Já, ég skilði, þannig að þú reyndir að kvarta? Ég reyndi að kvarta. Já, þannig að þú ert að tuða yfir leigubílstjórum á Íslandi og hvernig þeir keyra? Já. Við vonum bara leigubílstjórarnir úti, takk þetta til sín. Takk hérlega fyrir þetta tuð. Já, ekki máli. Ok, bæ. Herru, hvað segir King Hjöppi? Ég var að taka 2 tuð í viðbót. Tökum 1 í viðbót. 1 í viðbót. FM9 fyrir blöð, góðan daginn, þetta er síðasta tuð dagsins, vona það sé gott. Heyrðu, ég ætla bara að tuða yfir tuði. Ok, já, það er reyndar vel gert hjá þér. No offense, ég er að vinna í maturvörslun. Já. Og það kemur fólk og kvartar út af gjörsamlega öllu. Hvað er þetta dæmi? Við erum að tala um það til dæmis, ef það sé mikið að gera í búinni. Já. Og koma kannski 2 kerrur á kassa. Það kemur fólki og öskar á mann. Akkur ég sendur alltaf mikið kerrum út allt. Ég gerir ekki neitt þetta.
til dæmis það. Okay. Og þetta getur verið endalaust áreiti, endalaust af fílulegu, fúlu fólki sem segir ekki hæ og góðan daginn, ógeðslega leiðir viðmót, það er svo allt bitni á manni. Ok, og er það að röfla til dæmis í ykkur út að verðlægi eða nú eitthvað? Daginn, ok, þetta er ljótt ár, daginn kallaði maður með titlingaskýt út af það var 15 króna hækkun og rumbitum, takk fyrir. Kallaði einhver þig titlingaskýt? Já. Af því að 15 króna hækkun og rumbitum? Já, það var ræðislegt. Hann var að gera verðsamaburð við aðra búð. Já, ok, ég ætla að segja að maðurinn myndi geta svo mikið á rumbitum. Já, hann sagðist alltaf kaupa þessa vöru og hann fyrir alltaf að gera verðsamaburð við aðra búðir og síðan kom hann að keypti þessa vöru í okkur og var brjálaður yfir því að það var búið að hækka 15 krónur síðan síðasta skipti og hann alltaf verið hinn á búðina. Ég tjekka á hinn í búðina, það var búið að hækka 9 krónur. Hvað ætla hann hefur sagt í þau? Já, 9 krónur, þannig að það var 6 krónur mismunur á það. Já. Já, hvaða búð er þetta að vinna í? Já, það er Lindó. Það er Lindó, já, ok. Já, skilði vel. Þannig að þetta var gott hjá þér, takk hella fyrir þetta. Hvað segir þau? Maður er að passa nafnið sér, sko. Já, en ég er ánægð, þetta er nú bara með betra töði lengi. Já. Þannig að þú ert að dúta daginn, bara dudut. Sjálfsögðu. Já, ég fíla það. Og ég skal lofa þér að ég verð mjög kurteis í öllum búðum sem ég kem í. Já, næsta ofurparið. Já, næsta ofurparið, ég og þú. Ok, bye. Herru, þetta var tuð á dagsins og ég verður rosa þessari stúlku. Þetta var svona eiginlega besta tuð í lokin. Save the best for last. Næsta lag er sérstaklega fyrir Hjörvar. Það er 50 dagur í honum, ég sé það. Hann situr hérna á hvítri skyrtu með sólgleru og rándýrt úr. Hann hatar ekki þetta lag. Levels, Avicii. Avicii, FN95 blöð með ykkur á 50 degi í miklum gýr. Sólinn búin að skína í allan dag. Ég heldur sem búin að koma inn á 10 sem veitni þættinum, en það er það ekki oft sem það gerist í massa við fáum bara góða sól. Ég var að henda inn mynd á Twitterin hjá mér af Hjörvari Hafleði, vil ég svona sjá hvernig hann situr inn í stúdíónu. Það er einhver að minna nána við erum inni, en hingað til okkar er komin góðu gestur. Hann heitir Hörður eða Höddi og já, ég ætla bara að byrja að bjóða velkomin Höddi. Já, takk fyrir það. Hvað ertu? Ég hef bara aldrei verið betri. Herru, þú ert þið félagar eru að fara í lofti með nýja síðu. Já, 433.is, knattspyrnusíða. Já, 433, ný knattspyrnusíða á Íslandi. Og nú ætla ég bara að byrja að spyrja því, er markaður fyrir 2 stórar fótboltasíður á Íslandi? Við teljum það allavega, þetta er stór markaður, þetta eru 70.000 mann sem fylgjast reglulega með fótbolta, þannig að það ætti að vera pláss fyrir 2. Já, fótbolti.net búin að vera sterkir inn á þessum markaði og ég ætla bara að byrja svona að spyrja, hvað eru þið að fara að gera svona öðru í þessi, ef ég má spyrja? Já, það þarf náttúrulega ekki að finna upp hjólið þegar búið að finna upp, en það verða aðrar áherslur. Við fórum til dæmis búin að fara út og heimsækja atvinnumenn. Ætlum að leggja svolítið áherslu á þessa menn sem eru úti. Verður svona meira vídeo heldur við kannski í kynst annar staðar eða? Já, það fari bara vinslu á flottu efni, vídeoefni. Það er vantað og við ætlum að gera það. Er það rétt hjá mér að hérna síðan hafa uppröðun láta að heita 442.is en kannski að ykkur hafa fundist að vera fullt mikill varnarleikur ákveða að splæsa í 3 í sól? Ég veit að spila 4 þeirra, það er kerfið í dag. Það spila það allir. Þannig að við ætlum að spila það, það er sóktjarara. En nú er hérna, ég verð að spila því að nú hef ég fylgst bæði með á Twitter og svona þar sem að menn eru mikið að ræða fótbolta og maður heyrir að menn væla svona stundum yfir hver er að skrifa hvaða pistil og með hvaða líðan heldur. Er þetta ágætlega skipt hjá okkur? Er þið en Arsenal-mann, Man-U-mann og Liverpool-mann hjá okkur? Við erum með Púllara, United-mann og svo erum við einn Newcastle-mann, við erum einn annar svona. Ok, þannig að Arsenal verður kannski pínu út undan hann. Nei, við ætlum að sinna öllum vel og menn verður hlutleys að þeir skrifa, þeir geta verið hlutræðir heima á sér. Þú ert með eitthvað grjótart opnunarpartí ef ég þekki 4-3 á rétt? Það verður grjótart opnunarpartí á Górun á morgun, 6:30. Geir Þorsteins mætir, opnar síðuna. Geir Þorsteinsson þá formaður KSÍ. Já, alltaf bara að vera að splæsa í þetta. Já, herra 203 er svona kallaður, Hjörvar Hafleðarsson. Það verður hann með mækinn og svo lokar Ingo Veðuguð þessu. Ingo Veðuguð, það er, what a man. Þannig að hann kom að loka sér. Má ég spyrja hérna, hvernig með, eins og svona síður, ég hef oft hugsað út í þetta, að maður myndir að opna einhverja svona síðu eins og fótbolti.net eða 433 eða hvað sem það er. Er þetta að græða á þessum? Hefur menn að græða peninga að vera með svona síður á Íslandi? Þetta er alltaf bara auglýsingasálu og ef að síðan gengur vel, þá vill fólk auglýsa hana, þannig að það er bara, það er að vera duglega til að
geta grætt á þessu. Það var eins og pressan.is og svona síður. Hvað fólk að borga fyrir auglýsingar inn á svona síður? Vitið þið það? Ég þekki ekki, ég skrifa bara hann. Sigurður Jónsson sér öll markaðsmál. Þannig að þetta er ekki að vera í þinn masa. Nei, bara svo lengi sem ég fæði mína seðla á mánuði, þá er ég sáttur. Fyrir þín skrif? Já, þannig að þetta opnar á morgun klukkan 6:30. Síðan fyrir lofti klukkan 7, Geir Þorsteinsson fyrir fyrsturinn á veginn. Ok, og ég hvet bara alla til að kíkja á þetta og hvernig, svona, fyrst að við erum með boltaspekingin inni, nú er ég með 2, Hödda og Hjöppa, hvernig fara leikirnir í kvöld? Það er Manchester United á eftir klukkan 6 og svo Manchester City klukkan 8. Ég ætla að fá okkur báða til að spá í tölur, Hjöppi, hvernig spáir United? Ég er að spá bara, ég ætla að vera jafntefli á Bilbao og Manchester United, ég ætla að vera 1-1, 2-2. En City? City vinnur. City, það er 3-0. 3-0, þannig að þú vilt meina United eftir út og City fara áfram? Já. Höddi? Ég ætla að vera djarfur og segja 0-3 fyrir United. City tekur þetta líka 3-4-0 held ég. Þannig að þú vilt meina að Manchester liðin fari áfram með þessu sinni? Já, sem United maður var ég nú alveg til að liðið myndi bara detta út samt. Já, ég er að heyra það svolítið í dag. Mér finnst það svo aumingilegt. Þetta viljum við fara áfram í þessu. Hvort sem að, já ok, þetta er kannski ekki meistaradeildin og það er synd að segja frá því að maður var að horfa á Chelsea í gær og ríkala spenntur. Þá átta ég mig svona á því hvers konar aumingjabikar United er í þetta árið. Það er bara þannig. Já, en maður vill samt fara áfram, þú veist, hvað? Ég held að geti samt verið svona gott fyrir meistaravonir Manchester United að detta úr keppni, þó þetta hljómið náttúrulega umulega. Já, upp á þreytu þá og svona annað. Já, og þetta er svolítið óþægilegt að spila 50 daga sunnudag. Það vill enginn spila á 50 og sundum. Nei, en svo er það líka sérst hjá mínum mönnum að þeir eru ekkert að deyja og metna í þessum leikjum í Evrópudeildinni, en þeir voru það svo sem ekki meistaradeildin heldur. Alveg skandall. Þannig að, já, þar heyriði það kæru hlustendur að það eru tveir sparkspekingar inni. Anna vil meina United dett út, hinn ekki, en báðir spá City áfram. Hvet allar til að horfa á þetta á Stöð 2 Sport í kvöld. Fyrir leikurinn klukkan 6 og seinni klukkan 8. En ég ætla að spila núna fyrir ykkur óskalag sem er, já, með vinsælli óskalögum hérna inn á stöðinni. Og það er Titanium með Svessa Bergman. Og Höddi, takk hjálpa fyrir komuna. Takk fyrir mig. Hvet allar til að kíkja á síðuna og partíið annað kvöld. Sverri Bergman á FM 957. Minnum mig á það að hann verður einmitt hérna hjá mér á morgun með nýtt föstudagslag. En Hjörvar, ég var að spá í að lesa fyrir hérna smá frétt. Já, endilega, hendi ykkur góða fréttur. Já, þetta er kannski ekki beint frétt, en þetta er frétt. Samkvæmt nýjustu könnun að þá er kvenfólk byrjað að ferðast mun meira einar en það gerðu. Og það eru byrjað að fara einar í ferðalög og samkvæmt þessari síðu þetta hefur aukist gríðarlega eftir að bæði bókin og myndin með Julia Roberts Eat, Pray, Love kom út. Ok, ég hef aldrei séð hana. Nei, ég hef ekki séð hana og það er ekki á bucketlistunum hjá mér allavega. Þannig að ég varst mér einhvern veginn að sjá þá mynd. En þetta er svona og það eru bæði byrjað að ferðast mun meira með vinkonu sínum og einar. Og þetta er svona að slá mig pínu því að ég veit ekki hvort ég myndi einhvern tíma að fara einn í ferðalag. Allt í lagi að ég vil að fara að hitta einhvern staðar. En ég sé mig ekki einhvern veginn að vera að ferðast bara einn Asíu eða eitthvað að reyna að finna sjálf á mig, sko. Nei, betur, hvert er eitthvað að segja, hvert þetta liður að fara allt eitt? Stendur 0, sko. Hefur ekki að fara einn í frí eða ellendis? Aldrei, og ég held ég myndi aldrei gera það. Ég er svona, ég veit ekki, sósíal einhvern veginn, ég verð að geta að tala um einhvern veginn. Ég myndi ekki halda að vera eitthvað að, ég myndi segja, já, ég er að fara einn til Benidorm í 3 vikur. Jó, það er svona bæði að þú ert að vera þertur og ert að leiða til Benidorm og svo líka einn, þannig að það er allt rangt við þetta. En þetta er einhvern veginn svona, ég veit ekki hvort þetta sé bara meira kvenmenn en kallmenn sem að geta þetta. Nei, það er að segja að vera ég veit ekki hvað að segja, sko, ég bara hef aldrei farið einn í frí, þannig að ég... Nei, en svo líka, mann finnst líka oft svona gæjar, kannski, oft eldri menn sem kannski er að henda sér eitthvað til Thailands eða eitthvað, sko. Já. Mástu ekki hérna verið svona 10 ára síðan, þá var það svona eitthvað þeng. Já, kíkja bara þangað og slappa af. Já, slappa af og eitthvað. Já, en ég hef samt fyndið ég hef alveg hugsað þetta, sko. Þetta hefur, it's crossed my mind, hvort maður ætti kannski bara að fara inn til Asíu og reyna að slappa af og eitthvað og sjá fullt af flottur hlutum og eitthvað. En svo hugsaði líka ef ég var að sjá eitthvað geðu og segjum bara ég var að sjá eitthvað hrikalega flott, þá finnst mér eitthvað pínu glata að ég get ekki deilt í meðnum. Ég get tekið myndaði og sett það inn á Twitter eða eitthvað eða Facebook. Það er bara ekki eins eitthvað til. Ef ég er að sjá eitthvað svona sem ég er alveg hrikalega flott, þá finnst mér eins og að verða að vera eitthvað með mér til að njóta þess. Já. Þannig að... Þetta er mega sens. Já, þannig að mér finnst þetta pínu skrítið, þetta allavega sló mig og var til þess að ég tók þessa frétt hérna. Já, ég held samt ég ferðist aldrei. Nei, ég held ég minn aldrei gera það heldur. En það eru líka byrjar að ferðast eins og stendur hérna meira með vinkonu sínum og það er náttúrulega bara jákvætt.
Það skemmtilega sem að gera að fara í góða utanlandsferð með góðum vinnum að mínum mati. Ég held að sé ekkert skemmtilega. Fyrstulega núna komin eitthvað fiðringur í mann. Já, að fara að fá sól og jafnvel bara kíkja á leik. Maður þarf að fara í einhverju sól þetta sumarið, sko. Já, hvort... Það löng ákveð. Hvort gerir þið meira horni að kíkja til útlanda í sól eða fara á góðan fótboltaleik? Núna? Já, ef þú mætti velja núna að fara í viku í sól. Já, viku í sól. Frekar en að fara til dæmis á United City. Þú veist, hérna þetta spyrja hvort ég... Já, þetta fáránleg spurning. Akkurri? Okay, hvort viltu frekar fyrir viku sól? Frekar en að fara í United City? United City í besta sætinu, Stöðtursport. og jafnvel í sólinn úti. Herru, fáum möguleikar og komum svo hér að vörmuspori. Pétur á FM 957. Rétt spjall, eðlulegar og furðulegar fréttir, 10 mínútna yfirtakan og að sjálfsögðu topp tónlist. Pétur, alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Roadhouse borgarinn búinn að slá í gegn. Kíktu við á Roadhouse. Snorrabraut 56. Viltu sjá leikinn í dag? Nú færðu viku áskrift að Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2 hjá 10.11. 10.11, alltaf opið. Nú færðu hleðslu frá MS með brómberjum. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Þannig þú ert United maður, hvað er það að gera seinni partinn? Æ, bara kikki í kringluna. Í kringluna? Daniel, veist ekki að úrslit á Orustan hefst klukkan 17:50? Daniel, og það verða engar afsakanir tekna gildar. Eftir aðeins örfáar klukkustundir stígum við United menn inn á San Memes völlin í Bilbao og opnaðir eldmóðinum sem hefur tryggt okkur 19 Englandsmeistaratitla og þrautseginni sem hefur skilað okkur öllum þessum mörkum á lokamínútunum. Daniel, nú skorast enginn undan. Við erum kannski undir í dag, en við munum verða yfir í kvöld. Sameinaðir United, þú líka Daniel! Fyrir frelsið og fyrir Ferguson! Athletic Bilbao, Manchester United í kvöld klukkan 17:50. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. X2, við tippum. CCP í samstarfi við Polar Beer, Kynna, Ham og Guskus. Í Hörpu, laugardagskvöldið 24. mars. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Langar þið á skíði? Upplýsingar opnunartíma í Bláfjöllum í síma 533.000. Nonnabiti í Hafnarstræti með opið til kl. 2 allar nætur og fram á morgun helgar. Nonnabiti, best fyrir svanga. Laugardaginn 17. mars verður opið hús í Reebok Fitness. Dillaðu þér í vinsælustu Zumba-tímum landsins og pröfaðu að láta svitan renna að þér í einum glæsilegasta hot yoga sal sem sést hefur. Skráðu þið strax inn á reebokfitness.is. Reebok Fitness, Holtagörðum. Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. FM 95 Blö í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Go
Delilah, lag sem að hljómaði, virkilega oft hérna frá þáttur að vera að byrja. Þetta flott lag hérna á ferð. Þetta þátturinn FM 95 Blöð hérna á FM 957. Við Hjörvar búin að vera með ykkur síðan 4 í dag í mikilli stemmingu. Það var virkilega spennandi flottilagakeppni hérna fyrir í dag þar sem að lagið Sailing með Rod Stewart hafði sigurinn og kom mér 6-5 yfir í heildina. 5-4, mjög spennandi. Já. Við heyrðum í Brjánibreka, við vorum með Tuðhornið á sínu stað og sturlaða staðreyndir og allt að gerast. Þannig að það er búin nóg að vera enn í okkur strákunum. Hins vegar er klukkan núna að verða 6 og þar sem að við erum með 2 grjótarða fótbolta áhuga menn hérninni að þá ætlum við að fara að bruna og horfa á leikinn. Hann byrjar klukkan 6. Já. Þannig að ég verði eiginlega bara að fá að kveðja hlustendur núna svona 5 mínútum fyrr svo ég ná að horfa á þennan leik. Fyrir ykkur sem að veit ekki hvað leikur það er þá er það Atletico Bilbao og Manchester United og United eru 3-2 undir. Má ég koma eitt besserwisser komment? Hvað er með? Það var ein staðrendu vill þarna. Það er Atletico Bilbao. Já. Þeir heita Athletic Bilbao. Já, ok. Sem er svolítið spesa því þetta er sko ára englendingar sem stóðnum þetta lið. Athletic Bilbao. Já. Það er líka... Þetta merkilegt? Jú, pínu. Og það er annað með þetta að það sko þeir eru bara með heimamenn. Það eru engin útlendingar og þeir verða að vera baskarar eða eitthvað. Já, þetta er allt gæjar sko úr baska. Þetta er eins og ef að Völsungur myndi bara nota þingeyinga. Já. Svo við. Já, og samt er liðin á mögnuðum árangri. Já, en samt er Argentínum að þjálfa á sko. Nú, má það? Já, það virðist með það allavega, en það er allavega engir útlendingar í liðinu og engir sem eru fættir fyrir utan Baskaland. Já, sem er, bara fáránlegt. Baskahýrað eða... Og það er alltaf verið þannig, svo er líka fyrir fótbolta þyrsta þá er Manchester City líka að spila í kvöldi í sömudeild, Evrópudeildinni, þannig að það er nóg að vera fyrir ykkur fótbolta áhuga mennina. Já, ég verð svo á górunum klukkan 8 í kvölda að spurja fótbolta-geðsjúklingar landsins spjörunum úr. Já, pubquiz. Þeir eru ótrúlega þessi gæjar. Ef að Íslendingar vissu jafn mikið hagfræði og við vitum fótbolta, þá erum við ekki gjaldþrota aumingja. Jæja. Þú veist, ef þessi háskólar á Íslandi var að kenna einhver alvöru viðskiptafræði og hagfræði, eins og þessi krakkar viti orðið fótbolta og svona, þá værum við í virkilega nettum málum, sko. Já, segir Hjörvar Hafliðarsson. Þetta lið veit allt, það skiptir engum máli hverju spyrir. Já, mér finnst þetta ógeðslega pirrandi, ég hef nú tekið fyrsta þátt í þessu þér og þú voru nú að gefa mig það, ég var alveg ágættis við það. Já, mjög góður, svo ég reyna að láta það gæja eins og þig og bara alla líta vel út í, sko. Já, og mér finnst það alveg ótrúlega stundum að maður að skila kannski inn með 42 stig og maður heyrir að maður næri ekki eins og þriðja sæti og þá er ég bara svona býtu, ég klikkaði kannski á þannig að ég er sammála því fólk virðist vita ansi mikið fótbolta hérna á Íslandi. Ég þakka kjallaði fyrir hlustunina í dag og verð mættur hérna aftur klukkan 4 á morgun. Vonandi hafið það sem allra best í kvöld. Það eru örugglega einhverjir búin að rífa flippan af einum kvöldum. Sólin búin að skína í allan dag og það er 5. dagur. Thursday eins og við kalla þetta. Bara góða skemmtun í kvöld fyrir ykkur sem er að fara út á lífið. Við heyrjumst klukkan 4 á morgun. Takk og bless. Ég ætla að enda þetta á einu af mínum uppáhaldslögum. Það er Snow Patrol með lagið Run. Þetta er alvöru lag og þetta set ég sérstaklega á að því ég er á leiðin út í bíl að keyra að fara að horfa á leikinn og ég ætla að hlusta lagið í bílnum. Takk fyrir hlustunni í dag. Bye. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er í fullum gangi í þessu mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða may Orkan vera með þér. 1909.is Fá þér físlétta næfurþunnan örheila. iPad 2. Það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og smá.